Jesús þetta líka, sko. Jesús með okkur. Herru, velkomin í Geimsýruna á þriðjudagskvöldi 16. júní. Í kvöld eru við með góðvin þvottahússins. Hann Söru Páls, trúarlækni eða faith healer frá Frelsiskirkjunni sem svona healing ministry eða lækningakirkja. Já. Í kvöld ætlum við að ræða þann möguleika að hvað ef sagan af Jesús stærri, allavega skrýtnari en við höfum ímyndað okkur. Hvað ef maðurinn frá Nasaret var ekki aðeins kennari, spámaður eða guðleg vera heldur einnig fulltrúi siðmenningar sem átti eða á uppruna sinn langt utan jarðar. Slík hugmynd hefur lengi lifað á jaðri trúar, dulhyggju og UFO menningar og opna fyrir heillandi túlkun á mörgum þekktum frásögnum. Þá þannig meint að ef við skoðum þessa sýn með Jesú sem veru frá öðrum heimi og þá ekki sem neitt landvinningsmann heldur sem leiðbeinandi, hvað hann þá annað en vera sem birtist meðal mannana í líkama og sem líkist mönnunum sjálfum, tala tungumál þeirra og lifir meðal þeirra. Tilgangurinn ekki að sýna yfirburði, heldur að kenna. Boðskapurinn kærleika, fyrirgefningu og einingu verður þá ekki aðeins trúaleg kennsla heldur siðferðileg viska, þróaðrar siðmenningar sem hefur farið lengra á sinni leið en mannkynið. Og þá spyr ég þig, elsku Sara, velkomin. Já, takk fyrir að bjóða mér, takk fyrir að gaman að koma. Til þess að opna þetta. Já. Sko, hérna eru mína fyrstu vangaveltur. Já. Er Jesú raunverulegur? Er Jesú til? Var hann til? Heldur hann sé í dag á þessari stundu í einhverju formi, efnisformi eða einhverju öðru. Hver pælingin? Já, þetta bara mjög góð spurning. Já, Jesús til. Já, Jesús var til. Og já, Jesús hérna líka hjá okkur núna. Hvernig útskýrur það? Hann ekki í efnisformi. Nei. Hann var í efnisformi eða það sem við köllum holdlegum líkama þegar hann kom til jarðarinnar. En hann hérna sem andi og það kallar heilagur andi og áður en að Jesú dó á krossinum þá sagði hann við lærisveina sína, hann sagði að ég mun fara og hann lét á vita, hann deyddur á krossi en hann myndi líka rísa og hann sagði það er betra að ég fari af því að ég mun senda ykkur hjálparan og þá var hann að tala heilagan anda og þegar hann kemur þá getur Jesús verið allsstaðar í einu skilur. Þegar hann var í líkamanum, þá var hann bundin við þennan eina stað þar sem hann líkaminn var, skilur. Þannig að hann til, en hann er andi, hann hér sem andi, heilagur andi. En hann hlýtur að vera, hann ekkert eitthvað þá eins og bara venjuleg, hefðbundin mannvera. Ég meina, ef við skildum rétt, það er María Mey sem fæðir hann og hún er hrein Mey. Þannig að hvað hefur átt sér stað? Hvernig gerist það? Það gerist þannig að engill birtist Maríu Mey. Já. Og lætur hann að vita, hún sé hann þunguð og hún einmitt spyr hvernig má það vera, ég hef aldrei verið með kallmanni og hún hafi verið föstnu Jósef en það var andi Guð sem kom yfir hana og barnið í rauninni getið frá honum og það þannig að Jesús var 100%, þegar hann gekk á jörðina var 100% maður en hann var líka 100% Guð og Jesús hann var 100% maður og 100% Guð þegar hann gekk á jörðinni. En hvað aðgreinir hann, segjum þetta sé ákveðin útgáfa af manni, hvað aðgreinir hann frá mögulegum öðrum mönnum sem þess vegna eru búin að ná mikilli visku og þess vegna einhverju sem myndi skilgreinast sem uppljómun? Hann er Guð. Hann er Guð? Já, hann er Guð, hann er sonur Guðs, Guð, við erum með Guð hann afsprengi Guðs? Hann er ekki, hann er fæddur af Guði, en hann er líka Guð og það segir í orðinu, áður en að Abraham var, þá var Jesús, hann hefur alltaf verið til og hann hefur verið, og allt skapað fyrir hann og í gegnum hann og við erum með Guð sem þríeinn Guð, sem þýðir það einn Guð, en það 3 persónur, það faðirinn á himnum sem svona the big boss, skilur, sem að ákveður allt og hvernig hlutinir eiga að vera og er svona mikli skaparinn. Svo erum við soninn, það er Jesús Kristur, það er frelsarinn mannkynsins og svo erum við með heilagan anda sem andi Guðs og að starfa hérna núna á jörðinni sem Guð. En þetta eru 3 persónur, en þetta er einn
Guð og þess vegna þetta kallaði þríeinn Guð og það segir í Hebrabréfinu að Guð skapaði heiminn með orði sínu. Hann talaði og heimurinn var til og að hið sýnilega sem þessi efnislega heimur sem við lifum í var til úr hinnu ósýnilega og það talaði mikið í Biblíunni hinn ósýnilega heim eða hinn andlega heim sem ég kalla andaheim, ég kalla orkuheim, það allt orka og vísindin eru bara búin að staðfesta þetta sem að Biblían búin að segja í mörg þúsund ár að allt orka og við lifum í þessari ósýnilegu veröld líka eða þessari andlegu veröld og það þar sem að eru alls konar verur andaverur eða orkuverur illir andar og það líka þar sem að heilagur andi starfar inn í hinnu ósýnilega eða the spiritual realm og þar heilagur andi, við sjáum hann ekki með holdlegu augunum en hann raunverulegur og hann til og hann hérna núna og ég meira að finn fyrir hann þegar við erum að tala hérna saman. Ég bara efast ekki það. Já. En sko þetta aðeins að stangast þetta aðeins að vefast fyrir mér ég hef svona þörf fyrir að skilja hluti og málið, ég alveg tilbúin til að trúa á galdra og kraftaverk og eitthvað sem að ég get ekki útskýrt því að ég hef bara svo oft séð og þetta ekki annan að skoða söguna að þetta eru þessuna vísindi morgundagsins en ég var nú að segja þér hérna frá því áður en að við byrjuðum ég fer í þessa ayahuasca ceremóníu þarna þar síðustu helgi þar hitti ég fyrir sko eitthvað quantum raunverulegt stýrikerfi ég kem þarna inn og þetta var jafn raunverulegt eins og þetta hérna bara umhverfi sem við erum í hér og nú raunverulegra ef eitthvað og eitthvað sem ég myndi skilgreina bara þetta eitthvað guðdómleg orka hún skapandi ég spyr 4 spurninga og ég spyr númer 1 hvað þetta? Svarið var þetta þú og það ekki verið að tala egóð í mér heldur að verið að tala eitthvað guðlegan kjarna í mér sjálfur mögulega því næst spyr ég og þarna kemur þetta eitthvað sem sprettur úr engu ég spyr hver bjóð þetta til? Þú sama svar ég spyr hvenar var þetta skapað? Og þá kemur þetta svar þessi spurning á ekki við því þetta var ekki skapað í tíma og síðasta spurningi mín sem ég er búin að vera alveg 10 daga að greina úr hún var af hverju og þá kom þetta þú munt aldrei komast að því þannig að þú talar Jesú sem svona hvað ég segja, með eitthvað svona einkarétt á guðdóminum já, ok hvað ef að þessi guðdómur og þessi kraftur sem Jesú bjó yfir hefur ekki íhugað eða ekki pláss fyrir að þessi kraftur einfallega búi í okkur öll Þetta bara frábær spurning, jú og það algjörlega þannig og ég þarf að svara í svolítið löngu máli en mér langar samt áður en ég svara þessu þá langar maður að spyrja þig, við hvernig varst að tala? Sko, þetta var ekki einstaklingur Nei, meinar þá að það hafi verið einhver svona andavera eða eitthvað þannig? Sko, ég get eiginlega ekki komið orðum öðruvísi að þessu en þetta hafi verið, sko, mér fannst ég vera komin inn í það öflugt stýrikerfi sem var sjálfskapað þetta það sko, fyrir mér ekkert sjálfskapað út frá bara svona orsaka og afleiðingalögmáli eins og þú sagðir áðan, eitthvað sem sprettur úr engu þannig að sko, hvað ég var að tala við ég get ekki svarað, ég veit það ekki Akkurat og það einmitt þetta þegar við förum inn í orkuheiminn eða þessar andlegu veröld hvernig erum við að tala við á hvað erum við að hlusta, það alls konar orkuverur, það eru illir andar skilju, það er Satan og allt hans veldi skilju en það líka Guðs ríkið það sem heilagur andi og englarnir og allar þessar himnesku fallegu englaverur sem að fylgja Guði skilju og við þurfum að fara varlega þegar við förum inn í þessa andlegu veröld hvað ætlum við að vera skilju, ætlum við að vera í ljósinu Guðljósið, Jesús ljós heimsins hann sagði sá sem fylgir mér mun aldrei gangi myrkrinu framar sem þýðir sá sem fylgir honum ekki hann í myrkrinu og þetta það sem ég fengi að upplæða í skinni og ég ætla að koma betur að því eftir þannig að erum við í ljósinu, erum við í myrkrinu það segir líka Satan faðir lyginnar og þú ferð inn í þessa andlegu veröld og það segir líka hann birtist stundum í
líki ljós engils, þannig hann birtist sem eitthvað fallegt. Í dulargervi. Já, af því að hann er faðir Línar og hann er mistari að blekja, skilur. Og hann segir eitthvað sem hann hljómar kannski fallega, tala kannski, þú veist, eins og hann hljómi eins og einhver guðleg vera en hann sé að fara að gefa mann einhverja blessun eða gera eitthvað gott fyrir mann, skilur. En það þurfa að vara okkur, það getur verið blekking og það getur verið lygi. Hvernig getur maður að spotta? Hvernig veit maður? Já. Veist, hvernig get ég lagt mat á það? Já. Ef ég kem svo út úr svona aðtöfn, veist, bara fullur af samkennd, fullur af kærleik, búin að losa mig undan skömm og ótta. Akkurat. Og það er bara óskilyrt samkennd. Veist, hvernig getur þetta ekki verið gott? Já, þetta er nefnilega mjög góð spurning og rosalega mikilvægt að við vitum þetta, en þú spurður á þann og ég átti eftir að svara þeirri spurningu hver segir að við getum ekki fengið hennan guðlega kraft og það er þannig að þegar að, og þetta er svo löng saga og þetta er talað um þetta allt í orði Guðs, í biblíunni og það er svo magna að lesa þetta er svo magna, þegar Adam og Eva óhlýnuðust Guði og viku hjarta sinu frá Guði, þá kom myrkrið inn og maðurinn fjall og maðurinn Þú sést að tala um þegar þeim er kastað á paradís Já, þegar þau borðu af trénu og hleyptu illskuninni sig eftir að Guði búin að segja ekki borða og það sem að gerðist það var ekkert illt, það var ekkert myrkur og engin illska og engin skömm en þegar þau snéru hjarta sínu frá Guði með þessum hætti þá komst myrkrið inn af því að Guði ljósið, þegar við snúum hjarta okkar frá Guði, þá kemst myrkrið inn og þetta er kallað fall mannsins og með fyrsta manninum fjall allt mannkynnið og allir þar og eftir og það var andi mannsins sem fjall, við erum andi og sál, við erum með líkama, við erum ekki líkami, það er bara holdlegi umbúðunar á meðan við erum hérna í þessu jarðneska lífi, við erum andlega verur og það sem að gerist þegar við fæðast, og það talaði með orðinu að allir menn fæðast syndir og það er út af þessari frumsynd mannkynsins sem að gerðist með Adam og Evu við fæðumst inn í hennan heim andin er fallinn og hann er undir valdi myrkusins eða djöfusins og hann er sveipar myrkri og til þess að og það sem að gerist er að við getum ekki komist inn í Guðsríkið með þennan fallna andaskilu en sko og Guð elskaði heiminn svo að hann sendi engason sinn til að deyja, til að friðþægja fyrir þessa syndir, til þess að opna leiðina fyrir okkur inn í himnaríki. Og hver sem að trúir á soninn, sem er Jesús Kristus sem faðirinn sendi, og játar hann sér drottinn, hann endur fæðist. Og þegar við segjum Jesús, ég trúi því að þú sért Guð, ég játa þér sem minn drottinn og minn frelsara, þá kemur andi Guðs inn í andan þinn og endur fæðir hann og þú fær nýjan anda fæddan af Guði. Og þú vilt meina að þetta sé eina leiðin? Þetta er eina leiðin. Jesús sagði, enginn fer til föðurins nema gegnum mig. Finnur þetta ekki í neinum öðrum trúarbrögðum? Já, við ætlum að tala um það rétt strax. Ég ætla að segja, þegar við fáum nýjan anda fæddan af Guði, þá öðlust við kraft Guðs. Við öðlumst heilagan anda og Guð fyrir að lifa innra með okkur. Eldmór. Og þessi partur af okkur er með sama DNA og Guð almáttur og þannig verðum við synir eða dætur Guðs og þannig verðum við hluta hans konungsfjölskyldu og fáum inngöngu með hann inn í himnaríki Guðs. Þannig að við fáum hennan kraft líka þegar við tökum á móti Jesú og við endurfæðumst. Og hver var svo aftur hinn spurningin sem varst með hérna? Manna ekki alveg. Hvernig greinum við? Hvernig greinum við? Já, þetta er mjög góð spurning og það er nefnilega í orðinu. Ég var búin að skoða þetta er svo mikilvægt atriði. Hvernig vitum við... hvernig greinum við villu frá sannleika? Já, og hvernig vitum við hvað er frá djöflunum eða Satan og hvað er frá Guði? Og það eru vers, hérna, að sjá, hvað var þetta í biblíunni? Það er nefnilega, sko, í grunninn er það þannig... Mér langar svo aðeins að fara, þú ert búin með þetta, mér langar svo aðeins að fara einmitt í þetta varðandi Adam og Evu. Mér langar að spyrja þið svolítið út í það. Já, sko, í grunninn er þetta, já, sem sagt, þetta er í Jóhannesar bréfi, í fyrsta Jóhannesarbréfi í 4. kaflanum og þar segir ekki trúa öllum sem að segjast hafa fengið andan og þið getið þekkt anda Guðs sér hver andi, hérna segir að þessi getið þekkt anda Guðs, sér hver andi sem játar að Jesús sé Kristur komin sem maður er frá Guði og í grunninn er þetta þannig að Satan hann hatar Guð og hann hatar okkur og hans hlutverk eða það sem hann hefur valið sér sem hlutverk er að gera allt sem í hans valdi stendur til þess að koma í veg fyrir að við sáleitna sem Guð hefur skapað
komumst inn í Guðsríkið, af því að hann veit hversu mikið Guð elskar okkur og hann er andi villunar, hann reynir allt sem hann reynir að afvegaleiða og leiða okkur frá Jesú, distrakt okkur, leiða okkur í burtu frá Jesú, það má greina sem andavillunar, allt sem beinir okkur að Jesú og því sem hann og að þessari endurfæðingu, það má svona álykta að það sé frá Guði og það sé gott og það þannig að djöfullinn hann les Biblíuna, það kemur alveg fram í Biblíunni, hann er búin að stúdera hana en hann oft með svona minnihátta tvík, skilur, þú veist jú, þetta stendur í Biblíunni en þetta ekki alveg svona, hann segir jú, eins og til dæmis í Íslam, jú Jesús merkilegu spámaður, jú, við berum mikla virðingu fyrir honum, en hann ekki svona Guðs og hann dó ekki á krossi til að friðþægja fyrir syndir mannkins, skilur hvað við? Ég heyri hvað það segja, en mér finnst þetta að vera svona, mér finnst þetta svona hljóma svona smá svona einokunar tilburðir að ríki andans. Ég myndi skilja að þá væri Guð bara einhvern veginn algjörlega handan allra skriflegra orða eða ég myndi segja næstu því bara hugmyndafræði þannig séð, ég ekkert efast að saga sé ekki sönn þótt hún sé kannski að einhverju leyti búin að vera afbökuð gegnum árin eða árhundruðin eða þúsundin en þú veist, ég meina eins og Krishnamurti sagði það svo snildalega, ég meina sannleikurinn hið vegarlausa land einhvern veginn og það vítti veggja í ríki andans, þetta hefur líka heyrt og mér veist oft svona trúabröð, þú ert komin út í svona ég meina fólk segir, ég er ekki að hlaða þetta orð hérna sem sagt gildislaða og neikvæðan átt en svona svo kallar innan sögja sértrúarsöfnuðir oft talað að mér finnst þetta oft svona einkennast af svona einhvers konar svona einokunar tilburðum og nánast svona einhverjum alhæfingum skilur við. Akkurat og þetta hérna sko en öll höfum við spurningar sem við viljum fá svör við bara til himnaríki, hvernig kemst ég ángað, þú veist hver skapaði heiminn, hver tilgangur lífsins þú veist og það svo opaslega mikið af upplýsingum og margar kenningar og margt alls konar þarna úti sem að maður getur einhvern veginn farað að eldast við skilur og maður velti fyrir sig, þú veist, hver hinn raunverulegu sannleikur, þú veist, ef það eru margir sannleikar, hvernig getur það verið, skilur þú veist, okkur hliðstæði sannleikar, þú veist, hvernig má það vera, þá engin sannleikur, skilur. Það getur aldrei verið, það getur aldrei verið margir sannleikar. Akkurat, það eitt sannleikur. Veist, það alltaf bara eitt sannleikur, en ég held þú getur komist að honum frá mörgum mismunandi vegum, sko. Þetta er bara svo fjallstopp, ég meina það eru bara fullt af slóðum þangað upp. Sko, ég trúi því að sannleikurinn persóna og svo persóna heiti Jesús Kristur. Það segir, ég sannleikurinn, vegurinn og lífið. Og sá sem trúir á mig, sá sem trúir á hann mun aldrei að eilífu glatast heldur öðlast þetta eilífa líf og hann inngangan inn í himnaríki og þá getum við spurt okkur, ok, ég ætla að velja hvað minn sannleikur og hvaðan ætla ég að fá hann og ég sem náttúrulega frelsaðist þegar ég hitti Jesú einmitt inn í hinnum ósynlega heimi þegar ég var að leita lækningu og ég var að leita svörum, ég skildi ekki akkur ég var veik, ég skildi ekki akkur mér leiði alltaf illa, ég var hætt að drekka, ég var að gera allt rétt að mínu mati en ég var ennþá fárveik og ég var að leita allar að leiða til að finna lækningu, ég var að leita lækningu og ég fór að stunda huglauslu og bæn, hafði aldrei trú á Jesú, átti mjög daufa trú á Guð eða æðri mátt í gegnum samtökin skilur. Þetta oft svolítið yfirbúrskennt. Já, og svo og enginn gat gefið mér svörin sem ég var að leitast eftir og ég var búin að fara alls konar fyrrilífsdáleislur og ég var búin að kafa í fyrrilífi mín, ég var að reyna að finna lækningu með að ná að fyrirgefa öllu mínum fyrrilífi, ég held ég hafi verið komin í 8. fyrrilífi þegar ég var búin að finna Jesú 8 mánuði, það var bara svona dýflissu hóla þessu, þú getur alltaf grafið þig þú kemst alltaf dýpra og dýpra og dýpra skilur og en svo bara sá ég, þú veist, hann bara mætti mér Þú sérði hann bara ljóslifandi fram að þig. Ljóslif og hann var það raunverulegasta sem ég nokk tíma að sé og ég var svo hissa því ég hafði aldrei trúið að hann væri til, skilu. Ég bara var algjör trúleysingji. Og hann tók í höndina á mér og hann var svona, þú veist, gylltur og hvítur, skínandi og lýsandi og ég bara, vá, bara, þetta var að stórkostlegasta og fallegasta og besta sem ég sé. Og ég bara hélt í hendina og svo bara svona 2-3 dögum síðan, þá fór ég aftur í svona huglauslu og gerist þetta aftur og þá settar hendina á hjarta mitt og það var þá sem ég endurfættist og það var stórkostlegasta og besta augnablik lífsmins. Ég grét, ég bara hágrét af hamingju og svona alsælu
bara lotningu og ég bara vissi að hann væri Guð. Ég bara vissi að það bara gat ekkert annað verið, skilju. Og það var þá sem ég fór að trúa hann og það var þá sem ég fór að fylgja hann og það var þá sem ég fór að lesa í Biblíunni. Allt í einu, þegar ég var komin með nýjan anda, hann heila anda, hann þráir orðið, skilju. Og þá finnur maður, já, mér langar að fara að lesa í Biblíunni, ég fór að lesa í Biblíunni, ég bara, vá, ég mun að finna sannleikann. Og síðan þá hef ég bara lesið og lesið, þetta voru 2019, ég læknaðist, Jesús gaf mér öll svörin sem ég hafi verið að leitast eftir, af hverju ég var svona veik, hann sýndi mér nákvæmlega hverjar voru ræturnar, við unnum saman, 9 mánuðum seinna var ég algjörlega læknuð af kvíða, ofsakvíða, átröskun, síþreit og öllum þessum krónisku einkennin sem ég hef verið að glíma við og síðan þá hef ég verið að eldast við hann og það var þá sem ég áttaði mig á. Það var bara eitt biblíuvers sem læknaði mig af þessari fortíðaþráhyggju með fyrirlífin. Það var vers sem eitthvað á þá verun að við eigum ekki vera garfi í fortíðinni, við eigum að vera í núna og horfa til framtíðar með Jesú. Skilu, ég bara, vá, ég læknaði stalkilega af þessu, skilu. En ég var búin að sjá ég var búin að sjá rosa mikið af alls konar skrýtnum hlutum í hinu ósynlega, bara svona svipið svo þú ert að lýsa í þessu ayaska ferðarlagi þótt ég hafi reyndar ekki pröfað það. Nei. Og svo líka eftir að ég fann Jesú, þá fór hann að útskýra fyrir mig bara að djöfullinn væri til, ég bara, bara djöfullinn, ég átti ekki til orð, sko. Ég aldrei trúa því heldur. Þetta á sig bara stað bara, í samtali. Já, bara þegar að því að hann mætti mér í hinu ósynlega, þá hef ég síðan átt mitt persónulega samband og samfélag með hann fyrst og fremst í hinu ósynlega. Það sem ég get lokað augunum, ég sé hann, ég heyri í honum, ég finn fyrir honum, ég tala við hann, en ég heyri í honum fyrst og fremst í gegnum orðið hans. Og þá fór ég að sjá að orð Guðs er Guð að tala, skilu. Guð, hann skapa allan heiminn, hann hefur alltaf verið til, hann veit allt, hann vildi ekki skilja okkur, mig og þig, eftir að fálma í myrkrinu eftir svörum og hverju sannleikar, hann gefur okkur þetta allt hérna, skilur hvað við og þegar við förum að stilla hjarta okkar og huga okkar á þetta, þá bara verður svo rosalega mikil umbreyting og lækningina með okkur og stórkostlega hluti gerast og ef þú spáir í Biblíunni, þú veist, að því maður að velta fyrir sig hvar á ég að fá sannleikan, á ég að hlusta okkar að fræðimenn eða sérfræðinga, á ég að hlusta okkar að kenninga sem hafa komið trúabröð, Jesús var á móti trúabröðum, skilur. Kristin trú hefur ekkert með trúabröð að gera, þetta er persónlegt samband og samfélag við Guð, okkar, skilur. Og og ef við fáum ekki sannleikann úr Biblíunni, hvað þá? Biblían er 66 bækur, skrifuð á 1600 ára tímabili af 40 mismunandi höfundum og hver einasta bók í Biblíunni með sama boðskap, það frelsun sálarinnar í gegnum Jesú Krist. Undan ánur blekkingarinnar. Og já, og það eru í Gamla testamentinu sem að fjallar fyrir Krist, þar eru mörg 100 spádómar Jesú Krist, hvernig hann gekk á jörðu, krossfestinguna, upprisuna, þar sem hann sigraði dauðan og myrkrið, gaf okkur þetta vald og opnaði leiðina fyrir okkur inn í himnaríki. Skilur, endurfæðinguna, spáði því mörg 100 spádómar. Mér finnst þetta geggjað, mér finnst æðislegt að heyra svona sögur. Já. Svona sögur, það fá mig til þess að segja bara vá, skilur, og ég trúi þér 100%, engin efi. Ég sendi þér þarna þáttundaginn, þú hefur örugglega ekki haft tíma til þess að hlusta á hann. Ég gæti hlusta aðeins á byrjunina. Já, þetta er sem sagt leikstjóri sem gerði nýverið sem sagt mjög stóra svona animeraða heimildamynd ákveðin mann sem sagt inn í sem sagt UFO heiminum, Bob Lazar heitir hann. Já. Það er alveg svona stórt. Já. Og þessi Luigi Ventiatelli held ég hann heiti, hann sem sagt hálfu ítalskur sem sagt kvikmyndagerðarmaður og hann fer sem sagt í þessu viðtali yfir sína sögu sem svona rannsóknar aðili hjá MUFON sem er svona rannsóknarfélag á UFO á heimsvísu og hann mitt segir hérna sögu svona enn eina UFO söguna mál sem hann rannsakaði og þetta er örugglega bara með bestu og trúðu mér, ég er búin að hlusta á hundruðir viðtala hvað var að UFOs þetta var eitt af því besta sem ég hefði heyrt og er henni kveikjan af því að við sitjum hér í kvöld þar sem hann er að rannsaka mál sem sagt, það er kona mál sem rata til hans og það er kona sem upplifir ég man nú ekki hvort það var títt eða einu sinni en hvernig sem það var maður þyrfti að hlusta á þetta aftur en hún er sem sagt tekin borð í geimskip og hver heldur að mæti á svæðið
engin annar en Jesú Kristur og sem bara veist, Jesús en í einhverju svona tæknilegu umhverfi veist, og inn í einhverju svona UFO umhverfi og þetta náttúrulega ekkert nýtt að nálinni þannig veist, í UFO heiminum veist, þessi þingmenn vestanhafs núna sem að berjast fyrir UFO disclosure þetta virðist að skiptast í 2 fylkingar veist, við erum með einstaklinga og meðal annars varaforsta Bandaríkjanna sem að talar málaflokkin bara sem demonic J.D. Vance og svo erum við með einstaklinga eins og Anna Paulina Luna sem að og by the way, þeir eru áþekkar, þeir eru mjög líkar í útliti í útliti, það sínaði mynda á hann eftir mjög falleg kona og hún sem sagt er búin að hlusta og fleiri á alls konar svona upplýsingar í yfirheyslum í svona háleindar rýmum við alls konar uppljóstrara sem að vita ýmislegt og eru búin að sjá ýmislegt hvað var þetta UFO-dót sem hluti af svona djúbríkisdeildum og hún kemur út úr þessum yfirheyslum og hún segir bara read the book of Enoch bara eftir að hafa séð gögn, hlusta á frásagnir þá það bara, hún kemur bara þú veist, nánast orðlaus út bara read the book of Enoch, hvað var það þessa fögnu engla og hún hættir að tala geimverur sem aliens hún fyrir að tala þá sem interdimensional beings og hún ekkert svo eina, þetta eru þingmenn þannig að, þú veist ég veit ekki, og þegar hún segir interdimensional hún þá að meina bara svona andaverur bara andaverur veist, þannig að mér finnst svona svolítið eins og núna að við erum að koma á eitthvað svona stað bara sem bara mannkinn að við erum búin að vera að taka sérstaklega svona í þessum nútíma hérna síðustu 100 ár kannski mér finnst við taka trúabröðum þótt ég svona ekki skráður inn þjóðkirkju neitt mjög svona léttvægt veist, fyrir mig kirkju Vist, við skýrum okkur, fermum okkur, giftum okkur en þar fyrir utan okkur eiginlega bara svolítið drull það er svona almennt og mér finnst að vera svo ógeðslega mikið hræsni og þess vegna sínum tíma skráði ég mig bara úr þjóðkirkjunni því ég er ekkit kristinn, okkur á ég vera að þykjast vera það en mér finnst einhvern veginn í dag sveiflan einhvern veginn að færa okkur í þá átt nálagt einhverju sem ég vil meina að sé þess vegna upprunni trúabragða og þá sérstaklega upprunni sko kristinnar veist, og veist, ég þarf ekki annað en að fara veist, ég fór inn í AI bara ertu til að koma með bara öll mál bara inn í Biblíu og testamentunum og öllu þessu sem að við getum skilgreint sem eitthvað ET eða NHI sem non-human intelligence ómennskar verur eða UFOs veist, ég bara með heilan doðrant hérna af tilfellum veist, við erum að tala the Book of Eskil veist, við erum að tala Exodus fjallið á Sinai veist, við erum að tala bara stjörnunni við Bethlehem veist, og bara þegar maður fer að skoða þetta út frá þeim viðmiðum sem við höfum í dag hvað var að tækni og það sem við vitum þá er þetta engin venjuleg saga sko. það er að sér að segja það er eitthvað raunverulegt sem gerðist sem að á sér einhverja hlutlæga skýringu. Ég er ekki að segja hún sé ekki andleg og háandleg en að við séum að tala með svo hana Jesú kemur þetta niður hann sprettur ekki bara eitthvað að mínum að þetta er bara eitthvað út tóminu hann kemur eitthvað stað frá það er eitthvað samfélag það er eitthvað bandalag það er eitthvað skilningur það er eitthvað reynsla, það er eitthvað viska það er eitthvað sem sendi gaurininga niður það er Guð og Guðsríkið og hvað er það? Það er Guðsríkið sko en skilur þú hvað ég er að fara? Ég skil hvað meinar þannig er ég bara eins og pingpongbolti sko. og þetta er nefnilega sko, við getum svo takmarka séð inn í hið ósynlega skilur og það er að þjálfa það er eitthvað sem ég hef þjálfað og þjálfað síðan með Jesú eftir ég endurfættist þá fór hann að sýna mig til dæmis ríki djöfulsins og hann fór að sýna mér þess að föllu engla og alls konar hann fór að sýna þér föllu engla? Já, og ég las Enochs bók er ekki partur af Biblíunni en það er vísað í hana það er vísað í hana óbeint í Biblíunni, ég hef lesið hana og það talaði mitt föllu englana svolítið þar og svona dýpra en sko
áður en ég fann Jesús og ég var að fara svona mjög mikið inn í þessa andlegu veröld í gegnum huglauslu og í gegnum bæn ég leita svörum og ég var að sjá alls konar svona andlega verur þú veist, ég var að sjá eitthvað svona dýr og eitthvað andadýr og eitthvað þú veist, engla og alls konar og ég var svona einhvern veginn að reyna að ná einhverju sambandi við þetta, skilur, til að reyna að fá okkur svör en svo fann ég Jesús, skilur og þá er ég búin að finna sannleikann, ég er búin að finna lækninguna, ég er búin að finna lausnan, ég er búin að finna inngöngu með henni inn í himnaríki, skilju, ég veit, ég get ekki dáið líka minn get ekki dáið, skilju en ekki ég veit hvert ég fer þegar ég erfist með líkur, ég óttast ekki dauðan, skilju, ég fann lækninguna ég fann sko, ekki bara Guð, ég fann það besta og stórkostlegast og fallegast sem til og þú veist, af hverju ætti ég verið að fara að eldast við einhverja engla, einhverjar verur ef ég get bara að tala beint við Guð, skilur, sem að Guð er viska, hann er speki, hann skapa allt, það er engar verur að núti, hvorki geimverur eða englar eða, þú veist, Þú þarf bara ekki að vera að flækja þetta. Skilur, nei, af því að þú veist, af hverju á ég að vera að nota einhverja milliliði, skilur, eða einhverja framleiðna sálir, skilur, í miðlun, af hverju á ég að gera það, ef að þetta eru verur sem eru miklu óæðri. Skilur hvað við? Já, við vitum náttúrulega ekki hvort það sé óæðri. Jú, Guð er æðstur. Já, hann er skapar. En ef það eru bara, veist, af Guði komin, útsendarar Guðs, hvað vitum við? Ég meina, englar eru það. Einmitt. En það vara við það að við séum að tilbyða þá. Já. Skilur. Og við höfum öll fengið vendarengla, en af hverju, þú veist, ég fer beint til hans, ég fer beint til Guð sem veit allt, skilur allt, sér allt og á mitt persónulega samband og samfélag við hann og þá þarf ég ekki hitt, skilur. Hitt er líka svolítið grifja að því að þú sekkur það er bara 10.000 mál 40.000 skýslur þú veist, 100.000 vitnisburðir þú veist, og þú allt í einu ertu bara búin að eyða 10 árum í eitthvað þú bara eitthvað, þú veist, ég er engur nær, skil þú veist, alveg eins og ég var að gera með fyrirlífin, skil, ég var bara komin í 8. fyrirlíf og ég var komin aftur á steinöld, skil og ég bara, þetta gerist í þessu líf og þess að ég er svona í dag, skil en svo fann ég Jesú og hann bara þú kjarnar þetta bara niður þú veist, ég er búin að fyrirgefa öllu, skilu og ef ég á fyrir líf þá var Jesús líka búin að fyrirgefa því öllu og þegar við erum með fókusinn þar þá festust við þar, skilu af því að það sem við fókusum á þangað fyrir við, skilu þannig að ég er að horfa á Jesú Krist og hann er með tilgang fyrir okkur, hann er með köllinni við líf okkar hann er með hlutverk fyrir okkur, skilu hann vil gefa okkur sinn anda, þú veist, hann dó fyrir þig og þína sál, hann sagði ein sál, þín sál er dýrmætara heldur en allt heimsins gull og gimsteinar og demantar, skilur og ég get sagt, þú veist, ég man eftir, það var svona stutt tímabil í minni andlegu leit, þar sem ég sá eitthvað svona grace, þú veist og þá hafði ég farið í eitthvað fyrirlífsdálislu og útkoman var svo og ég hafi verið eitthvað geimvera í eitthvað fyrirlífi, þú veist og ég var eitthvað að pæli því og fór ég eitthvað að skoða þetta í smástöð svo sá ég eitthvað grace og það var eitthvað nokkra grace svona hérna fyrir aftan mig en svo mjög stuttu seinna fann ég Jesú og þá afhendi ég bara honum þetta allt, þú veist, ef ég var ekki viss þá spurði ég bara hann ég sagði bara, heyrðu, ég ætla að afhenda þér það, takk þú þetta bara þú veist, ég ætla bara að vera hérna hjá þér skilur, ég nenni ekki að vera sökkva mér út í og eyða tíma, mér langar bara að lesa þú veist, í þessu lífsbreytandi orði það sem að nýr heimur var að opnast fyrir mér og vera með Jesú og hlusta á hann og tala við hann, skilur, ég bara þráði það og allt hitt hætti bara í rauninni, datt svolítið til hliðar, skilur það er ekki þetta, þú veist og það varð allt svo miklu einfaldara og svo miklu auðveldara veist, það er bara einn fókus, skilur en ekki 10.000 fókusar og umbreytingin sem hefur átt sér staðið í mínu lífi, þú veist, allt sem ég þarfnast fæ ég frá Jesú, hann er lífsbrunnurinn hann er uppspretta alls, hann er the source, skilur þannig að ef þið vantar frið, Jesús Kristur er friðurinn, ef þið vantar kærleika hann er kærleikurinn, þú veist, ef þið vantar eilífa lífi, hann er það, hann er lækning og læknirinn, skilur en ef manni finnst mann ekki vanta það er bara, já, en ég meina hvað er það sem að þú til dæmis ert að leitast eftir með að vera að horfa á þessi podcast, skoða allar þessar skýrslur lesa allt þetta, skilur, þú veist hverju ert að leita? Það er sjúklega góð spurning, sem ég geti eða ekki svarað. Akkurat. Ég veit það ekki. Nei, af því að við erum öll leitandi en stundum vitum við ekki hvað við erum að leita því að sálin þín hún þráir
Jésu Krist, skilju, hvort við gerum okkur grein fyrir því, það þannig og þú finnur að það hungur og þrá innra með þér og þú ert að leita og við erum öll þannig, ég var þannig það eru allir þannig, en þegar þú finnur Jesús, þá stoppar þetta, skilju. Sara, Jesú á eftir að þú staðir hérna í postið hérna til mín. Jesú elskar þig svo mikið og hann með tilgang og hlutverk fyrir þig efast ekki það, semst í þessu lífi. Ég efast ekki það og veistu það, og ég finn fyrir tilgang og ég finn fyrir hlutverki. Já. Og ég finn ég á umbreytingatímum. Já. Svo segir hérna, og hann stendur við dyr hjartaðins og bankar og hann býður eftir að þú hleypir honum inn. En málið bara, Sara, að það enginn að banka þess að hurð. Ekki ennþá. Ég ekki útilokað. En ég heyri ekkert bank. Hvernig veistu? Að því ég að hlusta. En mér langar að koma að einu hérna og það hana, þú talar hann dáið á krossinum. Já. Ég, þarna hann, kallinn, í tómri klípu, Guð, því hefur yfirgefið mig, svo átti hann sig á því að hann var bara ekkert yfirgefinn. Mjög fallegt og hann sætti sig við momentið og fórnaði sér fyrir fólkið. Hann dó ekkit bara á krossinum. Ég hlustaði eða horfði á þáttun daginn hann sem var að fjalla Líklæðin í Torino. Ótrúlegu þáttur. Og þetta Hvar hann? Ég get prófaði að finna fyrir því. Þetta var bara sérfræðingur í líklæðunum. Wow. Og þetta bara vísindalega rannsóknir sem sýna fram á það að þegar það gerist eitthvað innan þessara líklæða. Það eitthvað svona quantum energy leap sem bara framkallar eitthvað í þessi líklæði og þau gætu greint úr líklæðunum hvað dróðan til dauða. Bara nákvæmlega. Það búið rannsakað í áratugi. Maðurinn dó ekkit bara. Hann var pyntaður. Náttúrulega út frá ólýsanlegri, ef ég gef mig það að þetta sé allt satt, ólýsanlegri grimmd þá af hálfu voru þetta ekki Rómverjar og bara svakalt að hlusta á þetta, ég verði að senda þetta og hann ekki miskilja mig, Sara, ég opinn fyrir öllu en ef að ég á að stökkva á okkur vagn þá vagnin að vera ljóst lifandi fyrir frammi og ég hopp ekki bara eitthvað út af því að einhver manneska segir mér ég að hoppa, það aldrei að fara að gerast. Akkurat. Og en það sem mér langaði að ræða við þig aðeins og það það sem hefur líka vafist fyrir mér, það varðandi heim tvíhyggjunnar. Þú ert með þetta tveggja póla ástand, þú ert með Adam og Evu sem sjúklega fegur yfir því, maskulína og feminin og þetta er búið til og þau sem sagt bara þau taka bita af þessum ávöxt. Því það kemur einhver skröltormur og segir þeim að þetta sé allt í lagi. Og þeim kastað bara eitthvað út í eðmerkina, út í heim tvíhyggjunar og þau eru orðin meðvituð nekt sína og þetta bara tómt vesen, skilurðu, og þjáning og gleði og allt þar á milli og svo komaðu að þessu tré lífsins og það náttúrulega bara, myndi ég segja í einhverjum svona austrænni speki, kannski svolítið bara tákn fyrir bara einhverja svona vakningu, kundalíni vakningu, getur verið hryggjasúlan, það sem geymir bara einhverjar orkustöðar eða bara einhver uppljómun eða tengsl við eitthvað samadí eða himnaríki. Hvað svona sjúklega neikvætt við það að vera kastað úr paradís og kynnast þjáningunni sem að við bæði til dæmis sem við þurft að gera. Minna, af hverju það Satan að ljúga okkur og senda okkur þarna út þegar að það lítur alltaf út fyrir það að við þurfum að fara þarna út. Af hverju þetta svona slæmt? Af hverju skröltormurinn og því ég var að lesa þetta, mér heyrst þessi skröltormur bara að vera að gefa okkur mjög góð skilabóð. Var þetta skröltormur eða var þetta höggormur? Höggormur eða skröltormur. Já, sem svona líking upp á Satan. Fyrir mig allavega þjáningin hefur bara allavega enn sem komið skapað meistarann. Ég hef lært í gegnum þjáningu að sleppa tökunum einhvern veginn og fyrir vikið upplifa meir og meiri létti og komist í meir og meiri skilvirkari líf og árenslu lausara líf og veru. Þannig að hvernig getur þetta að vera neikvætt? Ég held að þegar við öðlumst meiri skilning á ríki óvinarins
Jesús sagði óvinnurinn komin til að stela, slátra og eyða og við horfum á heiminn eins og hann í dag og það tala að þessi veröld, þessi efnisheimur fallin, skilu og Satan stundum talaði hann sem höfðingja heimsins og en Guð sendi son sinn til að frelsa okkur og þetta snýst ekki endilega nákvæmlega hvort að við séum að upplifa þjáningu eða ekki í þessu lífi, skilu þetta snýst hvert förum við næst viljum við deyja algjörlega það sem að sálinn tortímist í eilífi myrkri eða viljum við öðlast eilíft líf og komast inn í himnaríki Guðs þar sem að engin þjáning, ekkert myrkur, engin sjúkdómar, engin veikindi, heldur bara stórkostlegasti og fallegasti staður sem til skilu. En það ekki það sem býður okkur öllum? Nei, það þannig ekki. Okay. Guð, ekki samkvæmt því sem Guð segir, ekki samkvæmt því sem að orð Guð segir, skilu. Og hvaðan ætlum við að fá sannleikan okkar og erum við tilbúin til að taka sjensin, skilur, af því að ef að þú segir, já ok, ég trú bara því að ef ég er góð manneskja þá komast ég inn í himnaríki, þú veist en orð Guð segir að góðverk aldrei að fara að koma þér inn í himnaríki því við erum öll fædd syndu og fyrir utan það, eftir að við fæðumst þá höfum við öll logið eða stólið eða svikið eða syndgað, skilur, þú veist, af því að við erum mennsk og til þess að afmá syndina og fyrirgefa hana þá þurfti Jesú að deyja á krossi, hann var fórnin sem var fórna, hann var lambi sem var slátrað frá grundvöllum veraldar fyrir okkar syndir utan allra tíma alla syndir sem hafa þegar verið framdar alla syndir sem verið að fremja og alla syndir sem á eftir að fremja og þannig komist við inn í himnaríki Guð, hann þolir ekki synd við getum ekki komið inn í himnaríkið með alla þessa synd og þetta myrkur með okkur skilju hvað við og mikill farangur skilju, þannig að En ef að, og þetta ekki kvöð, þetta gjöf. Guð gaf son sinn og leta hann deyja í okkar stað. Af því að Guð réttlátur Guð. Dómurinn yfir syndinni dauði. Hann var látin deyja í okkar stað svo við þurftum ekki að gera það og þannig öðlust við eilífa lífi en þetta eina leiðin. Þetta þessi þröngi vegur og allt þessi veröld þessi efnisheimur tilgangu mannkins að stíga þetta skref, frelsast og endurfæðast til þess að öðlast inngöngu með inn í himnaríki Guðs og ég myndi segja við alla sem að hlusta og líka þegar ertu tilbúin að taka sjensin, skilja, því að þú mynd koma að staði hvort sem væri, skilju, en hvað ef að, þú veist, maður deyr og þá það of seint, skilju þú veist, þannig að Guð sér ekki herða hjartat þegar þú heyri boðskapin fagnaðar erindi og það þannig að samfélag okkur við Guð byggir á trú við þurfum ekki að vinna okkur inn við erum hólpin fyrir náð fyrir trú erum við réttlátt þegar við veljum að trú í hjartanu að Jesús sé drottinn og við játum það með munninum þá gerist þetta stórkostlegasta kraftverk sem til að við endurfæðumst og þannig öðlust við inngönguna inn í himnaríkið og þetta eina leiðin og þessna var ég að leggja áherslu á hvað Biblían mögnuð og hvað hún ótrúlega það er ekki séns að eitthvað mannlegt verk, þetta ekki mannlegt verk skilu, þú veist það bara ekki hægt skilu, 66 bækur, það eru spátumar Jesú Krist, mörgundur spátumar 1000 árum, áður en hann fæddist inn í þessa jörð áður en hann var deittur á krossi, það eru spádómar eftir spádómar eftir spádómar eftir spádómar frá mörgum mismandi höfundum sem voru uppi á mörgum mismandi tímabilum í mörgum mismandi heimsálfum spáði því, Guð gefur okkur í dag og hann alltaf með ungdrétta höndi þín og Jesús stendur núna við hjartað og hann að banka og við sem erum erindreka Krist, við erum erindreka Krist á jörðinni, við fengið umboð frá honum til að vinna hans verk það líka okkar hlutverk að hjálpa fólki að stíga þetta skref og stíga inn í Guðsríki en þegar þú endurfæðist og þú ferð hana nýja andafættana Guði, þú umbreyðist þú ert ekki sami og þú varst, skilur, þú ert ný sköpun í Kristi og stórkostlegir hlutir taka við ef þú iðkar þetta samband og samfélag, persónlega samband og samfélag við Jesú Krist. Það er mjög áhugavert, þetta er svo að segja núna að fólk umbreytist og maður sér þetta alveg. Ég sé þetta alveg í fólki, sko. En mér finnst þarna, og það kannski kemur svona svolítið að því þú talar að Satan eða djöfullinn, ræður hér ríkjum. Já. Við getum alveg verið sammála það því að það er ógeðslega skrítið, finnst mér,
að fólk sem að finnur bara, veist, eins og þú, tilgang, kærleik, fyrirgefningu og bara eldmóð, veist, innan kristinna trúar eða mínum að þetta bara einhverjum öðrum trúabröðum, skilur við, og bara virkilega iðka sína trú. Þessir einstaklingar eru svona af fjöldanum frekar fordæmdir heldur en ekki. Mér finnst fólk líta á þetta oft með svona fordómafullum augum og dæma þetta. Já. Og meiri segja, og kem aftur á þessu, meiri segja, veist, ég fermdi dóttur mína, ég fermdi hann ekki, veist, hún var fermd fyrir ekkert svo mörgum árum síðan og ég bara svona, hún fekk bara að ráða þessu, ég var ekki að hafa nein áhrif á hennar ákvörðunatöku og svo sendur hún hann upp á altari og bara ertu tilbúin til að taka Jesú Kristi sem leiðtoga lífsins og ég hlustaði á þetta og hún sagði bara já, bara eins og allir gera. Já. En svo ekkert í gangi. Fattaru? Það engin trúariðkun, það engin bæn, það engin hugleiðsla. Já. Og svo á sama tíma eru einstaklingar eins og þú og þínir bara aktífir í eitthvað trú sem ég dáist alveg að því. Það eru Jesúhapararnir. Mér finnst það ógeðslega skrítið. Veist, já, akkurat. Er fólkið mitt bara, veist, ég dáist að þessu. Já. Ég fordæmi þetta ekki. Veist, þótt að ég myndi ekki nenn að fá, veist, ég vil geta kosið það sjálfur hvort ég fá eitthvað fólk heimtíminn í trúboð eða ekki, sko. Veist, ef að votta Jehóva bankarinn upp á bara, herru, sorry, bara, veist, bara full off hérna til ykkar, en bara, sorry, þið verður að fara með þennan auglýsingabækling bara eitthvað annað. Já. Skilur við? En mér finnst bara almennt sér, ég held að fólk sé óttaslegið. Já. Sko, það náttúrulega, sko, fólk hefur náttúrulega þennan anda, skilu, sem er myrkur. Og það rosalega mikill, sko, ríki óvinarins byggir á ótta og ásökun. Það ótti og hræðsla og ásakanir. Þú veist, það það límið sem heldur ríki Satans saman. Og það bara rosalega mikið ótta og ásakanir í þessum heimi, skilur. Og og ég hef verið þarna, skilur, ég var trúlaus, ég ólust upp trúlaus, ég var yfirlýstu trúlaus ekki allt mitt líf, þar til ég fór í samtökin, að deyja úr alkoholisma, þú veist, ég var búin að vera lengi þar, ég held áfram að falla, ég byrja að fara á hnén, ég skal brjóta 8 oflæti mín og byrja eitthvað bænar til eitthvað óskilgreits æðri máttar, skilur, ég fann að það fór að virka, ég náði að verða edrú, ég var samt ennþá fárveik, þú veist, svo bara ég að leita lækningu og þá bara birtist Jesús mér, skilur. Þú veist, ég get ekki útskýrt. Bara birtist úr þokunni. Það bara birtist og læknaði mig, ég læknaðist, skilur. Ég er allt önnu manneskja heldur en ég var þá og þegar ég þekki hann persónulega, skilur. Ég þekki hann persónulega og hann gengur með mér alla daga og þetta hefur ekkert með trúarbröð að gera. Ég var búin að ganga með Jesú í 5 ár, árin fór í kirkju. Spáði því, að ég hafði enga löngu til þess og þú þarft þess ekki einu sinni. Þetta snýst ditt persónulega samband og samfélagi Guð og ég var með svona fordóma gagnvart Biblíunni, gagnvart Jesúhöppurinn og ég veit að það var bara innblásið af þessu myrkur sem var innan með mér, skilju, af því að það markmið djöfusins að sem flesta sálir tortimist í eilífu myrkri, af því að hann veit að það það sem að særi föðurinn, það sem særi Guð. Guð elskar okkur svo mikið og það hans þrá og hans masterplan að alla sáli frelsist, að enginn, Jesús hirðirinn sem að skilur 99 eftir þess að fara og finna eina týnda sauðin til að koma honum inn í hjörðina, skilur. Fattar hvað við? Þannig að við þurfum að hafa það líka í huga. En ég upplifi þetta hugarástand sem þú ert að lýsa á mjög hröðu undanhaldi. Og fólk, heiminin opinn, fólk mjög opið, það eru allir að leita, fólk búið að tínast í alls konar. Það aukin aðsókn í Jesú. Já, mjög aukin aðsókn í Íslandi og fólk þetta ekki lengur vandræðilegt að tala um Jesú, skilur, þú getur bara að tala um Jesú. Næstu því bara móðin, sko. Já, það að komast svolítið í tísku að tala um Jesú og þekkjan, skilur, hver vill ekki þekkja Guð, spáði því. Og ég trúi því að sko, maðurinn getur gert hvað sem að trúarbröðum. Þetta UFO-dæmi fyrir mér til dæmis ákveðið form af trúarbröðum, skilur. Þú veist, matur, fólk fyrir að tilbyða mat, þú veist, að því að fólk að leita eftir því að fá grunnþörfum sínum fullnægt í alls konar hluti, mat, áfengi,
fíkniefni, þú veist, geimverum, þú veist, Þetta líka geimverum saman með fíkniefni og áfengi. Við erum mótmæli hér, sko. Og þú veist, ég er ekki mitt að dæma hvort að geimverur séu illar eða ekki, skilju, en örugglega bæði held ég. Þú veist, af hverju ætti ég að vera að sækjast eftir þeim þegar ég hef Guð, skilju mig. Þú skilur það? En hvernig, ég heyri hvað að segja, en sko, hversu opinn, ég meina, sko, stríðsmálaráðuneytið Bandaríkjanna, þau byrjuðu að droppa hérna núna einhverjum gögnum, sem sagt, núna 8. maí. Og 7. maí, þá mætir, það er ekki, Mark Rubio, þá utanríkisráðherra, getur ekki verið, held ég. Þá mætir hann í Vatikanið og hann tekur eitthvað leynilegan fund með páfanum í Róm. Já. Þetta er 7. maí og svo 8. maí kemur fyrsta droppið og svo, veist, kemur hérna upp dæmi daginn, það er semst særingamaður á hálfu kaþólsku kirkjunnar í Washington, hún var vikið úr starfi fyrir að halda því fram að málaflokkurinn í heild sinni sé bara demonic, skilur, ég meina, hvernig heldur þú að þú kannski persónulega sem Jesú kona og kannski þinn söfnur eða þínir meðbræður og systur í þinni kirkju, hversu opin eru þið fyrir því, veist, ég meina, það talaði endurkomu Krist, svo framvegis, að það bara birtist hérna, veist, hérna bara eitthvað, bara the fleet of Galactic Federation hérna einn daginn, eða bara einhver uppljóstrun sem er bara óvéfengjanleg sönnun fyrir tilvist ójarneskra afla. Hvernig myndu þið díla við það? Hvernig myndu trúabröðin díla við það? Sko, ég get ekki svara fyrir trúabröðin sem slík, en ég veit það bara ég veit að það eru til ójarneskar verur. Ég bara veit það, ég þarf ekki sönnun. Þú veist, ég veit það. Men ef þetta myndi verða bara svona hluti, þetta þið bara hluti af mainstreamin. Já, það bara getur aldrei orðið að því að þessar verur eru orkuverur. Þær eru andlegar og þær eru bara til í hinu ósýnilega. Þær eru ekki til í þessu efnislega. Bara alls ekki, þú fullir það? Ég fullir það, já. Okay. Það er ég held alveg að... En ef þau myndi birtast í efnisformi, myndur þá svona í fyrstu skilgrannaðar sem djöfurlegar? Ef það myndi birtast í efnisformi? Já. Sko, ef það myndi birtast í efnisformi, þá er ég rosalega hissa. Þú veist, ég myndi bara eiga mjög erfitt með þetta, en það fyrsta sem ég myndi gera var að ég myndi leita drottins og ég myndi spyrja hann, hvað er þetta? Er þetta frá þér? Af hverju er þetta hérna? Á ég var að spá í þessu? Og þú fengir svar við því? Alveg, pottið, sko. Já, ég fæ alltaf svör frá honum og það gerist ekki alltaf alveg strax, en það gerist og stundum líður smá tími, svo allt í hennu nefnir hann eitthvað vers eða ég er að lesa í biblíunni eða allt í hennu tala hann til mín, en ég trúði ekki að þessar verur séu til efnislegar. Ég held að það séu, ég er ekkert að útiloka það að verur sem líta svona út eins og geimverur séu til í hinnu ósýnla, að því ég man eftir einhver tíman, var ég í einhverjari dálislu og ég sá eitthvað svona grace og ég var mjög hissa því að ég var ekkert að leita eftir því, skilu, ég var ekkert að spá í þessu þannig, skilu, en ég lagði þetta bara allt í höndu Jesú að því að hann veit allt, skilu, þannig að þá þarf ég ekki að, þú veist, rannsaka þetta, pæla í þessu, spá í þessu, þú veist, hann bara Jesus, hvað lífið er orðið auðvelt þegar maður er komið þangað. Þetta er bara Jesú. Þetta er bara ekkert flókið. Nei, þetta er svo einfalt. Mér finnst þetta sjúklega frábært. En lífið með Jesú er ekkert alltaf auðvelt, skilu. Þú veist, hann er faðir okkar og hann agar okkur og hann er að umbreyta okkur innanfrá, skilu, og hann er að kalla okkur til þess að vera heilög í orði, í hugsun og í breytni. Það er ekki skilyrði, við megum ekki rugla því við náðina sem að frelsun sálarinnar heldur er það sem kemur eftir og frelsast, þá byrjar sko gangan með Jesú og það er svona mjög andlegt þroska ferðalag, þar sem þið eru í stöðum samskiptum, þú ert að lesa í orðinu, Guð er að opinbera fyrir þér eitthvað í hjartanu, kannski eitthvað myrkur sem þarf að fara út eða hreinsast út og hann er að lækna eitthvað innra með þér og hann er að, þú veist, leiðrétta einhverjar gamla ránkumundir, þú veist, þetta er bara rosalegt, þetta er algjört ævintýri, þú veist, dag frá degi. Sko, svona rétt í lokin sko, Hanna, Sara, ég held að þú ert eftir að koma bara þú kemur hérna bara með reglulegu millibili því ég held líka að það er allt einhvern veginn, það er allt að fara að breytast. Veist, það er einhver, jörðin er að klofna sko. Ég finn það. Það er eitthvað svona, við stöndum fram fyrir einhverju vali að velja einmitt ljós og myrkur. Ég finn það, þetta er komið sterkt tíminn. Þannig að þú ert eftir að koma hérna bara mjög reglulega tíminn hérna í
í geimsýru þvottahússins. En það sem ég langar að spyrja það svolítið, nú ert þú hérna bara fulla eldmóð. Já. Og bara, það bara samfæring og ég þekki þetta element, við erum lík á mörguleiti, sko. Þetta bara, þetta ekkert mál, skilur við, og þetta bara óvéfengjanlegt fyrir þér. Já. Hvernig með annað fólk sem kannski með þér í kirkjunni eða í öðrum kirkjum, þar sem eru svona áhrifavaldar innan kirkjunar. Já. Aðrir einstaklingar sem eru sjúklega leitandi og líta upp til mannsins. Já. Og eru að reyna að fylla eitthvað tómarúm en eru ekki í sömu andlegu andgift eins og þú. Eitthvað hlutaðum sem vill það, en það bara ekki verið að banka almennilega á. Já, meinar þá á að þessir einstaklingar sé ekki að knýja á Guð, heldur leita frekar til annara einstaklinga, setja á stall. Ekki alveg á réttum forsendum, en það hlutaðum sem vill það því þau eru ófullnæg og þau líður alveg illa, þannig að þetta svona tímabundin friðþæng, liggur ekki mikil ábyrgð á áhrifavöldum innan kirkjunar. Jú. Að fylgjast ógeðslega vel með fólkinu, því það hlýtur náttúrulega líka að vera synd að horfa fram hjá því ef fólk farið að horfa upp til þín á röngum forsendum. Já, þetta bara mjög mikilvægt atriði og þeir sem eru leiðtogar í trúalegu starfi og kristilegu starfi, þeir bera rosalega mikla ábyrgð. Og það þarf í fyrsta lagi, þau þurfa á mínum fyrsta lagi að spyrja sig, er þetta mín köllun frá Guði að vera hér í þessari akrein, skilu? Við höfum öll fengið tilgang, við höfum öll fengið hlutverk, að köllun yfir líf okkar, skilu? Og við þurfum og fyrst að skrifa okkar áður en við þurfum að þjóna starfa í kristilega starfi að koma staði, hver er mín köllun, skilu? Hvað mér ætlað að gera, skilu? Og þegar við erum búin að finna það, þá gera það og bara það, skilu? Ekki vera að fara yfir á okkar aðra akreinar og og í öðru lagi að sko það þetta hirðishjarta sem að Jesús hefur, skilja, og þetta föðurhjarta Guðs sem að þetta, þessi skilyrðisleysi kærleikur og þessi elska, skilja, Guð elskar okkur til lífs, þú veist, það skiptir ekki máli hvað þú gert, hvað þú skítið mikið på bak, hvað þú klúðrar mikið, hvað þú svikið og stólið og meitt aðra, skilju, Guð bara elskar þig og hann elskar alla menn jafn mikið og og þetta eitt af því sem ég til dæmis ströggla með og ég beði Guð, þú veist, viltu gefa mér þetta hirðishjarta, skilju, þú veist, að því áður fyrr, þegar ég var bara í neyslinni, þú veist, þá var ég bara, þú veist, mannkynnið, pláa á jörðinni, þú veist, ég hataði sjálfa mig og ég hataði annað fólk, skilju, þú veist, Guð er búin að taka mig því líkt þroskaferðalega og umbreytingu og maður minn bara eitthvað, það er bara ný Sara í hverju viku, sko, bara, í síðustu viku svo þetta, þú veist, það er svo mikil umbreyting, en þú veist, að finna þína köllun og hver hún Guð gefur alla þá visku, þá speki, þá hæfileika og þann kraft sem hún þarf til þess að iðka þetta hlutverk, en að leyfa Guði umbreytar, þroskast með honum og það gerist ekki öðruvísi en að eiga persónulegt samfélag með honum, eiga tíma með honum daglega og það eitt af því sem þú getur byrjað að gera ef að þú ert kannski ekki, ég veit ekki, kannski ertu tilbúin til þess núna að segja, ok, ég heyri það svona að segja, ég trúi þér, skilju, ég alveg til í að skoða hvort að þetta sé sannleikurinn, skilju. Ég til í að skoða hvort að þetta sé málið, skilju, og bara biðja með þér eina bæn sem heitir frelsisbænin og þegar við biðjum þessa bænar þá erum við í rauninni bara að taka trúaskref í átt í Jesú og segja, heyrðu, ég ætla að velja að trúa því að þú sért til. En ég ekki tilbúin til að taka þetta val, sko. Og ég ætla að velja það að trúa því. Ég alveg tilbúin til að fara með bæn með þér, það ekkert mál, en ég ekki tilbúin til að taka þetta val, sko. Ok, en það alltaf læg. En það sem ég var að segja, við þurfum alltaf að varast, bæði í kristilegu starfi en líka í öðru starfi, bara hvað sem að vera ekki að setja fólk á stall. Og eitt af því sem að gerist að við þurfum að tilbiðja annað fólk, fólk á að gefa mér samþykkið, viðurkenninguna, lækninguna, þú veist, fólk á að sjá fyrir mér, þess að vera kletturinn minn, þá erum við að gefa mannlegum einstaklingum hlutverk sem bara Guð á að gegni okkar lífi, skilju, og þá kemur myrkrið inn af því að þá erum við að víkja hjarta okkar frá Guði og Guð getur ekki gefa okkur viðurkenninguna
samþykkið, lækninguna af því að við getum ekki haft tvo guði, skilur, þú veist og við mennirnir erum sköpuð til að tilbyða við erum að tilbyða eitthvað, skilur alltaf. Ef við erum ekki að tilbyða guð, erum við að tilbyða eitthvað annað gemurur eða annað fólk eða mat eða sælgæti eða áfengi bakkus ég var undir hælinum og honum í mörg ár, skilur og við verðum að varast að setja fólk á stall við megum ekki gera það, bara eini sem á að vera á stalli er Jesús, skilur en ég vil samt taka fram, ég er ekki maðurinn sem tilbyð gemurur, sko. Nei, ég er ekki að segja það, en það er samt risastór hópur að núti það er alveg, þetta þrýst alveg, sko. Sem er þar, skilur og ég er ekki að dæma það ég var í, sko, búin að vaða í þvílíkri villu, skilur að tilbyða alls konar, ég var með átrasköðun ég var að tilbyða mat, ég var að tilbyða bakkus þú veist, þannig að ég gengi gegnum rosa mikla vanlegan að vera týnd í myrkri, þar til ég fann Jesús og það er líka kannski hluta ástæðan fyrir ég svona heit í trúnni, skilu ég hef svo mikla sannfæringu fyrir því sem ég er að segja, skilu og þú veist, og mér langar að segja við alla sem er að núta að hlusta þú veist, fyrsta trúaskrifi byrjar oft bara með samtali, skilu, hann heyrir alltaf í þér þú veist, leið og þú segir bara ok, Jesús, bara þú veist, ef þú ert þarna, skilu ef þú heyrir í mér, þú veist ég veit ekki alveg hvað ég að segja, en þú veist, ég er búin að vera að heyra þetta ég veit það ekki, ef þetta er satt þú veist, ef þetta væri satt allt sem ég er að segja Jesú og himnaríki myndirðu þá vilja trúa ef að gaurinn myndi bara dúkka upp bara veist, bara inn í herbygginu hjá mér eða í hugleyslu, engi spurning Nei, ég er að segja, ég var ekki að spyrja því ég var að segja, ef þetta væri satt að Jesús Kristur Já, en ég náttúrulega, veist, ég veit ekki hvort þetta sé satt Nei, ég veit það, en ef við bara gefum okkur það ef þetta væri satt Ég gef mér aldrei neitt það er bara ekki, þú veit, ég er með áláttun á hausnum alltaf, sko, ég gef mér ekkert Já, ok, gerum við eina æfingu saman ok, ég ætla að fara með eina bæn og svo ætla við að gera eina smá æfingu ok Svo erum við að fara að ljúka þessu Já, og endur að þið sem eru að hlusta með bara gera þessa bæn með okkur Ég spenningar bara að loka Það er á himnum við þökkum fyrir að þú sendir Jesús til okkar til þess að bjarga sál okkar og við bara, nú vil ég bara biðja fyrir Gunnari bróðum mínum og bara öllum sem eru að hlusta. Mér langar bara heila á randi að þú bara snertir við hjörtum þeirra, snertir við huga þeirra og snertir við sálum þeirra. Og ég bara tala skilyrðislausa elsku þína og skilyrðislausan frið þinn inn í hjörti þessara einstaklinga. Og ég bið fyrir því að þau megi öll finna þig, Jesús, og koma til þín og ég þakka þér fyrir að þú bara kemur núna með ljósið þitt og lýsir upp allt myrkur og ég bara tala ljós þitt, Jesús, inn í líf og inn í huga og inn í hjörtu fólks og ég lýsi því yfir að fólk bara finni leiðina til þín og þú ert þarna með útrétta hönd til þess að taka við í Jesú nafni og mér langar til þess að biðja að hafa bara áfram augun lokuð og ég ætla bara að biðja ímynda þér að þú bara sjáir Jesús í huganum. Getur síðan fyrir þér? Ég er að því. Og þegar þú sér þann fyrir þér í huganum, hvað lýstu því? Ég sé hann ekki fyrir mér í huganum. Og hvað sérðu í huganum? Það er bara ekkert. Þetta er mjög skrítið, Sara. Ég veit alveg hvernig Jesú lítur út, sko. Já. Hann er ekki að birtast mér. Ok, en ef þú ímyndað er bara svona lítið ljós? Það er bara ekkert, Sara. Ok. Þú verður að bjóða... Ég er hérna verðugt viðfánsefni, Sara. En þú getur kannski bætt við í bænina þína í kvöld eða þú vilt bjarga sálum minni. Já. Þarna segja hún bara banka hans herra. Ok. Ég er alltaf tilbúin til að opna dyrnar fyrir þeim sem banka. Ok, en hvað ef hann er hérna í gegnum mig og hann er bara að banka? Ég er alltaf að hitta eitthvað fólk sem segir eitthvað. Já. En það skal samt tekið fram, Sara, ég ber mikla virðingu fyrir þér. Já. Mér finnst þú geggjuð. Takk fyrir það. Og þess vegna ert þú örugglega tíðasti gestur þvottahússins frá upphafi og þú ert ekki að koma hérna til mín okkar í síðast skipti. Mér finnst þetta æðislegt. Það var sjúklega gaman að fá þig. Já, mjög gaman að koma og tala þetta allt saman. Já. Elska að tala andleg málefni og sérstaklega Jesú og ég ætla að halda áfram að biðja fyrir þér og ég trúi því
að þú munir fá þá andlu uppljómun sem að þú vilt fá í tengslum í Jesú. Það mikið potential í mér, sko. Já, það það og Jesú með köllinu við lífinu og ég trúi því að hann vilji nota þína rödd og þá reynslu sem að þú býrð yfir fyrir hans Guðsríki. Það bara það sem þetta mín persónulega sko, þetta ekki eitthvað spádómi frá Guð, skilur. Ég trúi. Já, og ég trúi því og ég leitaði Jesú áður en ég kom hingað og bað fyrir þessu og spurði á ég fara að gera þetta og hann sagði bara absolutt og vertu bara einlæg og heiðileg og talaði bara frá hjartanu og ég ætla að vera bak við tjöldin að vinna á meðan. Og veistu það, svo ferð þú hérna út og hann verður eftir. Já, hann verður það sko. Skan, bara æðislegt, takk fyrir að fá þig. Þið getið followað Geimsýruna á TikTok, það UFO Geimsýran. Það að segja ef þið viljið, þið búið við frjálsum vilja eða þvottahúsið Geimsýran á YouTube eða fylgt mér undir því nafni sem ég var skýrður, Gunnar Dan á Facebook. Það til næst, þá segi ég bless og takk Sara. Takk fyrir mig. Bless.